Og þessi 1260 ár, þau enduðu árið 1798. Vitið hvað gerðist þá? Þá var það að Napóleon keisari, hann fór gegn páfanum og hershöfðingi hans fór inn í Rómaborg. Hann tók páfann og flutti hann sem fanga til Frakklands, þar sem hann dó í útlegð. Og aðrir sem tóku við af honum voru í rauninni fangar í 70 ár. Áður en að páfinn fékk aftur að sitjast á stól sinn í Vatikaninu og með viðurkenningu á Ítalíu. En upp frá því var banasár þessa dýrs sem táknaði páfanum. Við erum að koma með texta sem fjalla þetta. Það læknaðist. En þegar hann var handtekinn, að þá hlaut hann banasár. Við skulum lesa þetta nánar. Og það segir, við skulum fara aðeins aftar. Það segir þarna í 12. kaflanum, þá hóf stríð á himni. Þetta gerist aftar í mannkynssögunni. Mikael og englar hans fóru að berjast við dreka. Mikael Kristur. Og drekinn barði sem Satan og englar hans, þeir fengu eigi staðist og eigi héldust þeir lengur við á himni. Ég vil bara geta þess að Satan hét ekki Satan á himnum. Hann hafði yndislega fagurt og gott nafn á himni, meðan allt lék í lyndi. Þá hét hann Lúsífer, sem þýðir hinn árborna morgunstjarna. Hann var dáður af öllum. Hann var æðstur allra engla, en hann var ekki Guð. En hann vildi vera Guð og vildi fá að taka þátt í öllu gjörðum og ákvarðanatöku guðdómsins. En það gat hann ekki, því að hann var sköpuð vera. Jæja, að drekinn segir, barðist og englar hans og þeir fengu eigi staðist og eigi héldust þeir heldur lengur við á himni. Sjáum þið? Þeir voru á himni. Og drekanum mikla var varpa niður hinu gamla höggormi sem heiti djöfull og Satan. Hérna fær hann þessi nýju nöfn. Honum sem afvegaleiðir alla heimsbyggðina, honum var varpað niður á jörðina og englum hans var varpað niður með honum. Eftir að syndin kom hér inn í heiminn fyrir tilstilli Satans, að þá leit himinin, Guðdómurinn, leit á Satan sem höfðingja þessa heims vegna þess að Adam og Eva kusu að taka mark á því sem að þeim var logið af Satan í aldurgarðinum Eden forðum. Og Jesús sagði, þegar hann gekk hér á jörðu, að þá talaði hann og sagði við Ísraelsmenn að höfðingja þessa heims verður útkastað. Og honum var kastað út af himni og hann fékk fótfestu í jörðinni af því að mannkynið bauð hann í reynd velkomin. En honum verður aftur útkastað þegar að Drottinn hefst handa að útrýma synd og þá leið öllum syndurum sem ekki hafa meðtekið náð Guðs og hjálpræði hans. Nú, við skulum halda hér áfram og lesa 10. versið í 12. kaflanum og ég heyrði rödd mikla á himni segja, nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðs vors og veldi hans murða, því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vora. Þetta Satan, honum sem þá kærir fyrir Guði voru dag og nótt. Guð sífellt að minna Guð á, hans Steinþór svo ómögulegur. Þú sér hvernig hann syndari. Og sama segir hann ykkur öll, því að við erum öll syndur. Og á þetta verður Guð að hlusta. Jæja. Í 11. versi segir, og þeir, þetta eru menn sem hafa meðtekið hjálpræði Drottins fyrir útelt blóð Jesú Krists á Gólgata, þeir hafa sigrað hann, svo það mögulegt fyrir okkur, syndarana, að vinna sigur á Satan. Hér því lofað, það segir að þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lamsins og fyrir orð vitnisburða síns. Og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Þetta voru eins og píslavottarnir forðum til dæmis, þó væru brenndir á báli í gegnum miðaldirnar. Sagnfræðingar segja margir hverjir, þeir voru í milljónatali sem liðu fyrir trú sína.
og sumir brenndur á báli eða kastað fyrir villidýr Rómaveldis og svo framvegis. Og í 11. versi segir, já, ég er búinn að lesa það, þeir voru ekki hræddir við dauðan einu sinni. Þeir vildu frekar vera trúir frelsara sínum heldur en að bregðast honum. Förum í 12. versi. Þá segir, og þannig yfirlýsing Drottins til íbúa himinsins, fagnið því himnar og þér sem í þeim búið. Vei sé í jörðinni og hafinu, því að djöfullinn er stiginn niður til yðar í miklu móð. Því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Takið eftir þessu. Það eru fæstir kristnir sem gera sér grein fyrir því að Satan verður útrýmt og hann sjálfur veit að hann hefur nauman tíma. Það er huggun í þessum boðskap að það verður bundinn endir á eyðileggingarstarf Satans og fallina engla hans. En Guð á sér sína ástæðu fyrir því að draga þetta lengi og við getum komið að því síðar í öðrum rannsóknartímum okkar á orði Guðs. En í 13. versi segir, og drekinn sá að honum var varpað niður á jörðina, ofsótti hann konuna, það er að segja, söfnuðinn, sem alið hafði sveinbarni, Jesú Krist. Svona er Opinberunarbókin skýr og það er auðvelt að skilja þessa hluti, því þetta er meira sem í sama kaflanum koma útskýringar á mörgum hugtökunum sem þarna er fjallað um. Í 14. versi segir, og konunni voru gefnir vængirnir tveir af erninu mikla. Þið vitið að ernir hafa stóra vængir, þeir eru voldugu fuglar. Og þannig er líkingin gefin að konan fékk tækifæri til að flýja undan ofsóknum hins illa. Og henni voru gefnir vængirnir tveir af erninu mikla til þess að hún skyldi fljúga á eyðimörkina til því staðar þar sem séð verður fyrir þörfum hennar. Og það tiltekið tími, 3,5 ár, fjarri augsýn höggormsins. Staðreyndin er svo að kristin kirkja sem ekki fór að boði páfana í gegnum þessi 1260 ár, tók frekar meira mark á Biblíunni en kenningum manna, þó það vera andlegir leiðtogar einhvers staðar, að sem sagt þessir, þeir flýðu út í eyðimörkina upp til fjalla eins og í Alpafjöllum í Evrópu og þeir voru ofsóttir, þeir fóru alltaf hærra og hærra og dvöldu stund í hellum og skútum, alltaf fóru þeir hærra og hærra þegar þeir uppgötuðust í neðri skúmaskútum og hellum. Og að lokum þá segir frá því að einn stór hópur, einhver 100 manns eða fleiri, sem voru samankomnir í helliskúta mjög ofarlega í Alpafjöllum. En það var búið uppgötva hvar þeir voru, það var trúarfólk, kristifólk sem fór eftir þeirri þekkingu sem það hafði öðlast á orði Guðs og þeim var boðið að koma út og bjargast, en þeir vildu það ekki, því þeir vissu að þá væri þeir að afneita frelsara sínum. Þá svalduð óvinnin þeirra fólkið út, það er að segja til bana. Það dó þarna inni, frekar en að gefast upp. Og þetta fólk er alveg örugglega á lista Drottins yfir þá sem eru hólpnir að eilífu. Það kemur í ljós þegar Kristi kemur og sækir fólkið sitt. En í 3,5 ár, samkvæmt tímatölunni, og ég fer betur í það hérna rétt á eftir, þá er 3,5 ár, jafn langur tími og 42 mánuðir, sem líka er notað í Opinberunarbókinni yfir tíma ofsókna. Og þetta er jafn langt og 1260 dagar. Og 1260 dagar eru 3,5 ár. Þetta miðast við tímatal fyrri tíma, þegar að menn reikna alltaf bara 30 daga mánuði. En þá voru menn ekki fallir að reikna með svona, hlaupári eða hlaupársdegi og svo framvegis. Því að það var brot úr degi og þarna til þess að jafna tímatalið. En það er síðara tíma fyrirbæri, svo miðað við 30 daga mánuði allt árið í kring, að þá eru spádómar þessi Opinberunarbókarinnar ýmist kallaði 3,5 ár eða 42 mánuðir eða 1260 dagar. Þetta eru allt 1260 dagar.
og hver dagur táknar 1 ár, 1260 ár. Og miðað við ártalið 538, þegar þessi breyting á valdaskipulagi á Vesturlöndum í Evrópu, að við flutning keisaradæmisins til Tyrklands, að þá liðu 1260 ár þar til ársins 1798. Þá gerðist það að páfinn var handtekinn.